Góðan daginn og velkomin í þátt númer 92 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er mánudagurinn 15. júní og bara margt í gangi. Ég vil byrja að bjóða alla gamla og nýja hjartanlega velkomina. Það tínist alltaf til í hópinn og eftir að fregnir bárust af rauða trillitækinu mínu þá hefur aukið aðeins í, en ég er svo sem ekkert að fara að leggja einhverja brjála áherslu á það í þáttunum eða vera með sýnikennslu eða neitt svoleiðis, þannig að, sorry. En rauða trillitæki er sem sagt sokkaprjónavélin sem ég ætla að tala um og sýna ykkur á eftir. Nú í dag er það klár, verk í vinnslu og hvað er á döfinni. Sjálfsögðu kaffi, var að koma brjálari æfingu. Þannig að það var gott að fá sér kaffibolla til þess að viðhalda hröðum hérsletti. En við skulum bara vaða í klárin svo við getum nú komist í rauða trillitækið. Nú, ég er með hérna 3 borðtuskur eða tuskur sem hafa tekið svolítið við af sokkaprjóni í bílnum og við fórum á síðustu helgi upp á Apavatn. Og það er svona klukktíma og korter ef umferð hefðar sér og allt. Og sem sagt á 2,5 tíma þá næ ég að gera 3 tuskur. Ég gerði 1,5 í hvorri ferð. Þannig að þetta er hérna sem sagt bara svona sjálfmunstrandi gróft bómullagafn sem að heitir, ég ætla að teygja mig hérna í, sem að heitir Sugar and Cream og eitthvað af þessu pantaði ég á Wolverhouse.co.uk og annað gaf og eitthvað aðrar hespur gaf prjónasystir mín og vinkona til þess að gefa mér svona smjörþefinn af þessu og þetta gefi upp fyrir 5 mm heklunál og 4,5 mm prjóna. Ég er að nota 4,5 mm málmprjóna og 5 mm tréprjóna og mér finnst eiginlega betra að prjóna bómullana með tréprjónum, þannig að ég held mér svolítið við það. En ég bara er að safna svona í smá lager þarna í körfinu minni. Ég átti að þvo og slatta af svona tilbúnum tuskum sem ég sýndi ykkur ekkert hérna fyrir löngu og er bara svona sanka þessu smám saman að mér. Nú fyrir bílaprjóni kannski breytast pínlítið með tilkomu vélarinnar, rauðu þrumunar. Nú og næsta klár er svo veðurteppið. Ég nefndi þess ekki, svo veðurdæmi. Í fyrsta lagi þá hefði teppið dugað á lengdina á 3 rúm þegar upp er í staðið og ég nefndi bara ekki að fara að skipta þessu eitthvað svona og hrafntinna var búin að vera ágirnast þetta enda er þetta algjörlega litirnir hennar. Svo ég bara kláraði það og hekklaði kanta utanum og alltaf færi henni þetta núna fyrst ég verð búin að sýna ykkur þetta í dag. En þetta er sem sagt bara svona gæi, heklaður, Church Mouse teppið, vintage afgan og ég bullaði bara kantinn samt á þetta og þetta er bara svona cozy teppi. Þetta er bara, þetta næri mér hérna niður á gólf og hérna undir búbís. Og þetta er bara svona sjónvarskósí kúruteppi handinni. Þetta er úr svona akríl babygarni einhverju þannig að það má vöðla þessu öllu saman út úr suður og hendi þvottavél og það eru hundar á heimilinu og lítið barn væntanlegt þannig að það er gott að geta þvegið þetta eins og þarf á þess að mamman þurfa að vera að pæla eitthvað mikið í því. Síðan ákvað ég að vera búin í bili með nýt Ripple heklaða teppið en ég mun örugglega stækka það. Ég bara ákvað að vera búin með það núna
og þvoði það og gerði og græjaði og það er æði. Ég á pottþétt eftir að gera það að fullorðin stærð. Það er sérst ennþá jafn sítt, eða aðeins síðara en hrafntinnuteppi en það er öllu breiðara. Það nær alveg hérna arman á milli þegar ég er búin að þvo. Og hér er stoppið og þetta er að þægilega við heklið. Maður losa bara þessa lykkju og bindir næsta gæja við og heldur áfram. Og ég með allt bundi í svona magic hnút. Og þetta eru rosalega mikið hespur úr jóladagatal tölum. Og ég held bara áfram að viða að mér í það. En ég elska að hekla þetta. Þannig að ég bara einhvern veginn þurfti að vera búin með þetta svo að þetta væri ekki alltaf að... Já, ég bara þú veist, að vera með 7 teppi í gangi er bara ekkert vit í. Þannig að það er ágætt að vera búin að ýta 2 frá og það eru 2 önnur sem eru rúmlega hálfnuð, 3 önnur sem eru rúmlega hálfnuð og 2 sem ég ætla að sýna ykkur núna sem ég hef svona aðalega verið að vinna í. Og það er í fyrsta lagi er það Northeasterly teppið. Ég fekk eitthvað æði í að halda áfram að vinna í því, en það orðin pínulega á því. En það hefur sem sagt, síðast því ég sýndi ykkur þá var ég á þessum fjólubláa og er búin að bæta þessari lengi við og er svo nýbyrjuð á einum. Og þá er ég komið með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og byrjuð á 10. lengjunni. Þetta var líka bara svona kúrteppi. 10. lengjunni. Það væri ekki fínt að ná þessu upp í 14. Þá getum við sagt að það verði tilbúið. Það er ansi hvetjandi. Það er bara eftir að gera tæplega 5 í viðbót af því. Og þetta er bara uppskrift í Náraverli, Northeasterly og það er margar í prjónahópnum mínum á Akranesi. Duttu í að byrja á að gera þetta. Þannig að það er gaman að hafa þær með í þessu núna. Og svo er það sem að ég vann rosalega mikið í höflufi og það fylgir því að vera inn í handaðinu herbyggju og í móherpeysu. Love Note eftir Tinkan Nates. Rókislega mikið inni og Gadni frá Dóttir Dævorks. Já, við fórum sérst í útilegum síðustu helgi og ég vann helling í Star Flanket eftir Stephen West. Og þetta er COVID teppið mitt, þannig að það er jafn crazy og COVID er búið að vera hjá okkur. Svolítið er auðvitað að sýna það því að ég er náttúrulega gálega í miðri umferð. Eða sérst, já, og er með þetta 3 prjónum. En þetta er bara prjónast smám saman upp svona í einhverju flippi. Og mjög gaman og gott og frelsandi eins og ég sagði daginn að geta bara rifið eitthvað lit upp úr töskunni og skellt í næsta hring. Og uppskriftin hún, þú veist, lærist ótrúlega hratt þegar maður er í þessu og það styttist reyndar í að ég verið búið með þennan kafla og þá fyrir ég brí. Það verður nú eitthvað að gera það á svona stóru. En þetta prjóna á 4,5 mm prjóna og úr svona DK grófleika mestu, stundum pínu grófar og stundum pínu fínna. Það var bara hlæg og þetta er svona eins og sjalið, ávanabindandi. Ég átti pínu bátt með að leggja það frá mér, en
Svo var ég með 2 önnur verkefni sem ég get hvorki sagt upp frá en ég talaði fyrir Stephen sem ég vildi klára og búin núna með bæði stykkin. Þannig að já. En ég sýni ykkur þetta sem ég var að gera fyrir Stephen þegar að ég búin að fá leyfi til þess. Nú, verk í vinnslu. Ég á seinni tvíburapeysunni og hún bara svona pínlítil en með við þessi 8 mánaða börn í dag og eitthvað svona sem ég að sjá sem að, þú veist, þá eiga tvíburarnir eftir að tínast í þessu fyrst sinn held ég, þó þetta sé nýfædda staðinn. En ég á bara eftir að setja ermarnar á þessa og ganga frá þvo og setja tölur. Hinn, ég var búin að sýna ykkur hana, hún búin. Og ég ger þetta úr Baby Merino frá Drops og þetta heimferðarsettið úr ljúflingum. Og miðjustelpan okkar ófrísk líka en gengum með 1 og ég bað hana vinsalast að velja eitthvað annað heimferðarsett en þetta. Nú var nóg að því. Ok. Já, þá síðan sem sagt ég að prjóna núna úr snák sem að ég krankaði eins og sagt á prjónavélina á föstudaginn. Það vantaði eitthvað til þess að hafa með mér í prjónahitting. Þannig að þetta, sem sagt þegar ég var búin að renna þessi gegnum vélina, þá var þetta bara svona túpa. Tók henni 20 miðjunni og setti tanna á annan endan og stroff á hinn. Þá liggja bara lykkjurnar eins. Það upp fyrir staðið og svo kemur bara tá hérna á þennan enda og stroff á þennan og síðan setja ég eftir á í settan hæl. Og ég var svo æst þegar ég var að byrja á vélinni að ég gleymdi að setja, þú veist, merki með hana á hvað þetta væri og allt það, þannig að ég fer að dunda mér við að finna út úr því svo ég veit nú hvað ég með í höndunum. En þetta var fyrsti gaurinn sem ég gerði, svona pröfustykki og okkur samt ekkert rosa vel fyrstu klukkutímana mér og vélinni. Fast að ég spjalli bara það núna. En svo hafðist það smám saman, en það eru svona smáslys hér og þar í fyrsta snáknum mínum. Men ég var að læra á hvernig þyngdirnar virka og grófleikinn og allt þetta. Þannig til dæmis hef ég misst niður lykkju. En þú veist, væntanlega þetta bara eitthvað staðar, ég get fiffað þannig að þetta verði í miðjunni. Þetta eiginlega akkurat í miðjunni, þetta vesen. Og ég æfði mig fyrst á gatni frá West Yorkshire Spinners og Opal og fleirum sem þetta jólasokkagatni, ég ætla að reyna að búa mig til fullt af jólasokkum. Og svo fékk ég strax fyrstu pöntunina í snáka frá vinkonu minni og hún vildi fá 4. Og það lukkaðist vel og þar var ég einmitt líka að gera svona sjálfmunstrandi með rendum úr Hexex Dyeworks og það svo gaman að sjá þetta vera til. Maður alveg bara, ég get ekki hætta, þú veist. Og ég byrjuði á nýju fyrir mig og ákvað nú að sýna ykkur það og ég komst að því þegar ég var að gera þetta fyrsta snákasettið sem var keypt, vinnan á, að úr 100 grömmum sem að flesta svona hespur eða frá Opal eða Regi eða West Yorkshire Spinners, þetta
gard frá þeim sem 100 grömmum. Maður að fá svona það bil 500 umferðir miðað við að séu 64 lykkjur á vélinni og það það sem ég prjóna venjulega mína sokka á. Og mínir sokkar yfirleitt svona parið 240 umferðir eða 120 umferðir á hvort sokk. Ég nota 60 umferðir í hérna. Hvar þetta? Hérna. 60 umferðir hér. Þá ekki við þennan sokk hann verið stuttur sko. En það 60 umferðir, svo kemur hæll, 60 umferðir og tá. Þannig að ég auðveldlega næ sokka 2 pörum úr þessu á mig og bóndan og hérna eða einhvern annan heppinn, en oftast allavega mig. Og hér var ég að leika mér með ópalgarnið sem ég keypti í litlu prjónabúðinni alls ekki fyrir löngu og hérna hafði ég vit á að hengja á bara með títuprjón merkimiðan og skrifaði inn í hvað þetta voru margar umferðir, af því það teljari á vélinni. Svo setjum ég svona bara hvítt eða eitthvað afgangs, eitthvað á milli og hér byrjaði ég svo nýrri hespu og hér miðin hans og síðan eru við þá bara komin á 3. hespuna. Ég ætla að snúa ykkur aðeins svo þið fá að sjá gæjan eða vélina. Hún hérna, rauða þruman mín og bara svona til þess að leyfa ykkur að sjá hvernig þetta virkar. Ég veit að rosa margir forvitnir að það tók mig aldeilis tíman tvenna að finna út hvernig þetta allt saman vinnur saman og það ekkert rosa mikið af upplýsingum á netinu en samt nóg til þess að koma hann í gang og hérna og ég var rosa fegin að vera búin að hafa verið að garfa í annars slags prjónavélum áður, annars hef ég ekki sennilega skilið almennilega upp eða niður og við orðið ennþá meira pirraðar á hvor annari og allt það. En þetta hafðist og þetta bara ég þarf alltaf að vinda gatnið upp í köku. Hvað sem það í hespu eða hnotu. Það þarf alltaf að vera í köku og taka utan af því. Af því það má ekkert hefta flæðið á gatninu því þá bara strax fyrir að hökta. Og af því þetta svona frekar í þykkara kantinum þetta ópalgatn. Ekki endilega þetta sem ég með á núna en hinn 2. Þá ég að hafa allar þyngdirnar á. Svo rökku ekkert gatni hérna upp úr. Og síðan snýr maður bara svona. Og maður þarf að fylgjast vel með hvort það snúist ekki allt gatnið alveg frjálst. Af því annars hoppar það til og þá kemur svona lykkjufall eins og ég sýndi ykkur áðan. Og svo ef ég ekki að vinna í þessu, þá tek ég hérna lóðin af til þess að það sé ekki tós á gatninu ef ég ekkert að vinna í því. Og það þrjár þyngdir. Það grunnþyngdin og síðan eru 2 í viðbót. Og eftir því sem gatnið grófara þeim en meiri þyngdir þarf að vera á. Og ég með 64 lykkju sílindir á núna sem svona vinsælastur almennt. En fékk mér líka 72 sem svona þá fyrir aðeins sverari fót og ennþá fínna gatt líka eða ef að maður með rosa fínt gatt þá virkar það og það til þess að nota það. Og síðan það rétt ókomið vonandi 56 lykkju sílindirinn sem ég pantaði líka en það þurfti að senda hann í öðru í annari sendingu komst ekki fyrir í hinu þannig að ég bara að bíða eftir að fá það og þetta Ölbakkar Gerhard Speedster rauð og ég ætla svo sem ekkert að vera að mata fólk á hvar og hvernig heldur bara googla.
ég googlaði þetta allt í drasl og var búin að skoða þetta á annað ár og safna fyrir þessu og já, bara ég get sett nafni hérna og þá hægt að pása og skrifa niður ef þú vilt googla eitthvað frekar þetta. En ég ákvaði að fá mér nýja vél heldur en nota, bæði erfitt að vera þessu út að nota og ekki eins hlaupaði að fá varahluti og þess að og bara þjónustan hjá Ölbakkar frábær. Það bara, með tímamismunin þá ég alltaf jafn undrandi hvað eru fljót að svara alveg saman hvenær ég sendi tölvupóstinn og þau senda mann alveg haug af upplýsingum og vídeóum og ég ekki búin að komast yfir að horfa á öll. Ég bara svona pikka á það sem að gagnast mér strax í byrjun og ég ekkert farin að æfa mig að búa til sjálf. Það eru sumir sem að í staðinn fyrir að gera stroff þá fella þær hérna niður og festa saman þannig í vélinni áður en halda áfram að prjóna sokkinn. Ég ekkert farin að gera það neitt og ekkert farin að pæla í hælunum eða gera táið neitt svoleiðis, en það allt hægt að gera það. En ég bara svona að einbeita mér að því að læra almennilega á að fá bara fallega snáka til að byrja með. Og ég gerði síðu sem að heitir Sokkasnákar Helgu á FB og þar hægt að sjá frekar þetta og senda mér skilaboð ef ég vilji frekar upplýsingar og þá bið ég tölvupóstfang svo ég get sendt ykkur í viðhengi. Ef ég í símanum þá get ég ekki sendt ykkur í gegnum síðuna svona skjöl en ég get alltaf senda í tölvupósti og ég svo mikið í símanum að það bara þægilegra fyrir mig. En ég að miða við að hver snákur á 2.000 kall og úr því ef þú lætur gera úr öllu garninu þá að ná alveg 2 pörum úr því. En það fylgir með ef þú pantar að þá sendi ég þér form sem þú þarft að fylla út sem segir annarkvort að þú viljir láta gera úr öllu garninu eða ákveðin margar umferðir og á hvaða stærð á sílindrum. En eins og ég segi þá 56 lykkjugægin ekki ennþá kominn en kemur vonandi fljótlega. Og ég gef svona upp hugmyndum hvernig, eins og ég var að útskýra á hann með 60 lykkjur, 60, að ég nota 240 umferðir í mína sokka. Þannig að já, það bara svona alls konar og svo smá lærist bara hjá manni. Og ég með linka á vídeo hjá henni Amy í Stranded Dyeworks þar sem hún sýnir hvernig þú setur hæl og tá og stroff á sokkinn eftir á. Og ef þú hefur gert vettling og sett eftir á í settan þumal að þá ertu með þetta. Sama bara ef þú hefur prjónað þér túpu og sett hæli eftir á og þá það líka málið. Sumum finnst þessir hælar sem eru eftir á ísettir ekki eins góðir og svona franskur eða haldurhæll. En málið að eins og fyrir manni minn sem rosalega háa reist að þá ger ég alveg vilt og galið styttan umferðarhæl á hann. En ég prjóna þá að maður gerir í rauninni hælina eins og tána. Nema þegar ég að gera tá þá ger ég alltaf 3 sléttar umferðir á hann ég byrja í úrtöku. En ef ég ger hælinn, eða þegar ég ger hælinn á hans þá ger ég 5 sléttar umferðir á hann ég byrja í úrtöku og svo ger ég bara 3 umferðir á milli úrtaka og svona, bara svipa á táin. En leið með þessar fyrstu 4-5 umferðir af hælinum með yngri úrtöku þá þetta dýpka rosalega hælinn. Og það líka eftir Susan B. Anderson, hún með svona rosalega ítarlegar upplýsingar uppskrift hjá sér sem heitir Smooth Operator á Ravelry hvernig þú setur svona eftir á ísettan hæl og það bara svona rosa hún kostar svo uppskrift en hverja krónu virði af því að hún veitir svo mikla innsýn í svona eftir á ísett dót á sokkum. K.F. Jones hjá Baker Bears hefur
nýverið búin að gefa út uppskrift með svona eftir á ísettum hæl sem svona stjörnuhæll og mér finnst það rosalega spennandi af því að hann líka með þetta að gefa svona meiri dýpt yfir ristina og það, þannig að ég á eftir að kíkja á hann og búin að kaupa með þá uppskrift til þess að stúdera. En ég setti linkin hann inn á Amyar bara svona svo að fólk sem óöruggt með þetta eða bara hefur ekki hugmynd hvernig þetta virkar, get þá afla sér upplýsingar þar. En, já, og ég búin að vinda sérst upp í fleiri jóla. Ég ætla ekki að láta mig leiðast í bílnum í sumar, sko. Þetta verður svona nýja dundið í ferðalögunum. Það eru tuskur og setja 1.000.000 hæla og allt það í. Þannig að þarna eiginlega allt sem ég man eftir í fljótu bragði blessaða vélina. Og það sem innifalið í þessum 2000 kalli að þú þarft alltaf að koma gatninu þínu til mín og þessum upplýsingum sem ég bið ég sé að vinda upp gatnið, ég skaffa gatnið sem fer á millisokkana eða efst og neðst á af því að maður þarf alltaf að byrja á því að húkka svona gaur sem að fylgja með vélinni þegar hún kemur, svo klippi ég það frá. Þetta er svona fyrir mig til þess að sé auðveldara að þræða vélina. Þannig það fylgir alltaf með þetta sóunargarn sem að fer þarna á milli og svo sé ég að senda tilbaka á minn kostnað tilbúna snáka til þín með þá annarkvort afgangnum á gatninu og vilt ekki fullnýta eða hvernig sem það eða þá að ég náttúrulega fer, ef þú ert í Reykjavík þá fer ég frekar reglulega þangað og maður minn vinnur í bænum og það er alltaf hægt að leysa það eitthvað neginn. Annarkvort og eins og fyrir þig ef þú vilt spara póstbréfgjaldi og getur komið gatninu á hann bóndan minn í Reykjavík þá er það ein leið. Ég veit að hún verður notað á morgun sú leið, ég átti að láta hann vita. Já, þannig að det. Svo ég glemdi nú að sýna ykkur, já ég glemdi ekkert, við erum ennþá í verki í vinnslu. Ég byrjuði á fyrsta ungbarna hekluteppinu sem á að vera svona bífugljugna teppi. Og að byrja að fikra mig áfram með því. Og ég keypti bara í Rúmfó King Cole Baby Big Value DK grófleika. Að það tala DK grófleika í uppskriftunum. Og ég ákvað bara að taka akríl af því að eins og ég segi það eru fullt af öðrum börnum í kringum þetta væntanlega barn og dýrum og það þarf að vera þægilegt að henda svona dóti í vélina þegar að barnahópurinn stækkar sem er bara dásalegt. Þannig að á döfinni eru sérst þá, ef við förum yfir það þá er það þessi ungbarnateppi. Ég byrju á sérst fyrir einburann og svo á ég eftir að gera fyrir tvíburana líka. Og þetta er sjálf sér ekkert lengi gert þegar maður sest niður og gefur sér tími í það. En svo bíður Hilmir eftir sumargjöfinni sinni, systir hans og frændi hans Ernir, þau eru búin að fá sitt. Hann er að fara að fá risaeðlupeysu eftir ömmuloppu.is, ammaloppu.is. Hann langar í risaeðlupeysu og það verður svona hvítt í grunninn og risaeðlan svona græn. Og þetta er úr A4, þetta er sérst hvít er litur númer 17 og græni 8505. Það er komið í poka, ég áttur að tjekka uppskriftinni, ég man ekki hvort ég á búin að kaupa hana, ég ætla að tjekka á því áður hana, svo ég sé ekki tvíkaupa hana. Þannig að það er í rauninni bara það sem er á dagskrá núna næst, það er klára tvíburapeysuna og litla húfu við það, byrja á risaeðlupeysunni og svona, svo náttúrulega er ég bara mjög upptekin af þessari rauðu þrumu þarna, mjög skemmtilegt. Nú, svo náttúrulega, þessir íslensku handlitarar, alveg freista manns í raskat, sko. Nú, ég er búin að náttúrulega
verið í þessu tilrauna eldhúsi sem að gat búið Eddu og allavega 3 íslenski litarar hafa tekið þátt í og ég fekk mér tilrauna eldhús nummer 1 og 2 og var að fá nummer 3 og það var með þess að tvennslags. Kristín Vatnsnes gerði bæði svona röndótt og speklað og mér finnst það geðveikt. Og ef þú ert að bíða eftir þínu eða langar ekki að sjá þetta eða þú veist, þá ætla ég að fara að sýna það núna. Himneskt. Ég á ekki til orð. Þetta er náttúrulega að verða sokkar mjög fljótlega. Þetta verður bara eitthvað svona en þá upp í hillu, strjúka mér. Ég bara á ekki til aukatekið. Það er svo fallegt. Síðan var hún Fanney í systrabönd eitthvað að vesenast með liti sem hún var að sýna daginn og ég fór inn á vefsíðuna þeirra systra og hangaði eitthvað svona glaðlegt frá þeim. Og þetta er Cozy og djammi kvöld. Bara á ekki til orð. Á ekki til orð. Er svo fallegt. Þær eru báðir 85 súpudós merino og 15% nælon. 400 metrar í 100 grammunum og þetta er 75-25, 425 metrar í 100 grammunum. Þetta verður eitthvað fallegt. Já. Þannig að ég er búin að tala prjónavélina. Það átti að vera síðast sko, en who cares. Töskurnar, sú síða er náttúrulega enn á lífi. Það er eitthvað smottir í ennþá til. Sýn ykkur hérna. Það er þetta er restin af lagernum. Það var venjulega verið alveg 3 tróðfullar hillur en það er lítið orðið eftir og ég mun ekki fara í svona mikla framleiðslu aftur en ef ég dett niður á eitthvað sturla efni þá er náttúrulega líklegt að maður rífi kannski aðeins í sumar en það verður ekkert fyrir en í haust í fyrsta lagi. Já. Þannig að ég bara hvet ykkur endilega ef þið hafa áhuga á þessum snákum að heyri í mér. Kíkja inn á like-síðuna Sokkasnákar Helgu á Facebook og ef þið viljið fá ykkur ódýrar töskur, það er allar afslætti, þá er upplagt að grípa gæsina núna. Og ef þið viljið fylgja mér á Ravelry og Instagram, þá er það Helga A71 þar. Ég er svo alveg að fara að detta sumarfrí en við verðum voða mikið heima við út af dollu, káinu. Þá er ekkert verið að fara til útlanda mikið í ár eða neitt svoleiðis. Við erum að fara einhverja veiðarferð og náttúrulega útilegur en við erum náttúrulega líka að klára að græja þakið á húsinu og eigum svo eftir að fara í þakið og gólfi og bílskúrnu hjá okkur. Þannig að sumarfríið fer svolítið í það og þá er næsta víst að hér verður bara reglulegi þættir í gangi í sumar. En við sjáum bara hvað verður. En ég bara þakka kærlega fyrir mig í dag og óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáum fljótlega. Takk fyrir og bless bless.